Takk kærlega fyrir þetta, Otto, og bara virkilega gaman að skjá ykkur öll og þannig að það sem ég vildi kannski byrja á að segja bara er að stofnunin, Umhverfis- og orkustofnun er 15 mánaða gömul stofnun sem var til við sameiningu Umhverfisstofnunar annars vegar og Orkustofnunar hins vegar og markmiðið var raun og vera að auka slagkraft gagnvart þeirri þjónustu sem við erum að veita til samfélagsins okkar. Og það er margt búið að gerast á þessum 15 mánuðum. Okkur hefur tekist til dæmis að auka afköst í afgreiðslu á starfsleyfum yfir 75% sem er engin smáræðis árangur og það gerðum við án þess að biðja fólk um að vinna kvöld og helgar og nætunar og gerum þetta með líka færra fólki heldur en samtals fyrri stofnanir. Og síðan erum við núna búin að vera að gera mjög margt í svona innri utanumhaldi og svo líka hafa styrkir loftslags- og orkusjóðs verið ansi margir á síðasta ári og meðal annars til þess verið að vinna að verkefni sem að snúa til dæmis gróðurhúsabændum og fleira og svo erum við með verkefni núna í sambandi og góðri samvinnu við systurfélags Eims Bláma á Vestfjörðum varðandi smávirkjanir. Þannig að við höfum alveg mjög marga snertipunkta þarna. Nú varðandi orkuskipti í landbúnaði, þá langaði mig kannski að byrja að segja, að koma kannski bara inn með þá hugvekju, þetta snýst ekki um að skipta út einum orkugjafa fyrir einhvern annan. Það er kannski hinn tæknilega lýsing sem við erum kannski að fara inn á, en málið er það að allar svona umbreytingar hafa jákvæð áhrif gagnvart því að vera með raunverulega sjálfbærni gagnvart því að rækta landið okkar. Og hvað þýðir raunveruleg sjálfbærni? Í mínum huga og huga flestra sem að googla það, að þá byggir hún á 3 meginþáttum. Það er að segja að við drögum úr eða eyðum út á neikvæðum umhverfisáhrifum í fyrsta lagi, í öðru lagi við sköpum eitthvað jákvætt fyrir samfélagið og í þriðja lagi þetta er fjárhagslega sjálfbært. Það þarf ekki styrki út í hið óendanlega til þess að láta hlutina ganga upp. Þannig að það sem ég langaði að koma inn á er það að þegar við förum í umbreytingar þá erum við að gera það til góðs. Við erum að gera allir góðs fyrir fólki sem ræktar landið, við erum að gera allir góðs fyrir samfélagið og við erum að gera allir góðs fyrir umhverfið okkar. Og ef ég fer kannski í fyrsta þáttinn varðandi það að draga úr umhverfisáhrifum, þá er það alveg ljóst að þegar við erum að vinna að því að draga úr kolefnisfótspori landbúnaðarins að þá hefur það jákvæð hnattræn áhrif og með því að skipta út orkugjöfum og nýta orkugjafa betur. Nú, það hefur líka þau áhrif að það verður til tækni og búnaður sem að þarf að viðhalda. Það skapar störf, það skapar kröfu það ákveðna hæfnisaukningu sem er ekki til staðar og svo kolli. Og þegar þetta raun og veru kemur saman þá verða til ný tækifæri, samfélagsleg tækifæri fyrir landbúnaðarsamfélagi í heild sinni og líka fyrir þau sem er að þjónusta landbúnaðarsamfélagi varðandi nýja tegunda þjónustu, nýja tegunda þekkingu, nýja tegunda tekjum og svo líka sem að er mjög mikilvægt þegar við tengjum þetta við fjárhagslegu sjálfbærnina að svona tækifæri að þau eru ekki bara að draga úr kostnaði til lengri tíma og þetta sáum við til dæmis mjög vel í orkuskiptunum okkar þegar við hitaveitum landið og við erum alls ekki hætt. Ég hef það bara, og eins og þið hafið séð, þá hefur verið að veita aukna styrki til jarðhitaleitar fyrir samfélögin okkar allt land og það er ekki hætt. Þannig að þið megi alveg tengja raun og veru ykkar hugmyndir og ykkar pælingar og raun og veru ykkar nýsköpun við þessa þætti og þannig að vera ófeimin við að gera það og þar skulum við sem stofnum svo sannarlega styðja við bakið á okkur. Þannig að þegar við fórum í þessu orkuskipti þá gerði það að verkum að Ísland er núna hvað varðar grunnorkunotkun sína óháð þessum átökum sem er að eiga sér stað við Persaflóa. Og staðan er líka svo í dag varðandi orkuskipti í samgöngum að 35% allra bíla á Íslandi eru óháðir þessari krísu. Þannig að þegar við höldum áfram og umbreytum samfélaginu sem snýr að landbúnaði, að þá erum við líka að skapa þetta óhæði og við erum að lækka kostnað til lengri tíma
Og svo erum við líka að búa til tækifæri til þess að skapa nýja tekjur úr aukaafurðum. Við erum að skapa tækifæri til nýsköpunar, við erum að taka raun og veru bara, við erum að endurtaka umbreytingar. Bara, og formerkin eru orkuskipti og þið sem að hafið alist upp í sveit og eru kannski af annarri, þriðju eða fjórðu kynslóð, að þið þekkið það vel að umbreytingarnar hafa verið stöðugar og heitið mismunandi nöfnum og þetta er bara enn ein umbreytingin sem mun gera okkur kleift að byggja landið okkar, rækta landið okkar og í raun og veru skapa velferð fyrir fólkið sem að velur það að skaffa mat, skaffa lífsgæði fyrir okkur hin sem erum ekki að rækta landið. Þannig að bara takk hérlega fyrir og njótiði dagsins og njótiði erindana og verið svo ófeimin að hafa samband við okkur, nýja umhverfis- og orkustofnun, varandi það að ef einhver vantar stuðning eða raun og veru eitthvað samtalsaðila við að skapa farveg gagnvart framförum í þessum málaflokki. Bara takk hérlega fyrir.